Óskar, hversu sætur var þessi sigur? Já, hann var auðvitað bara, hann mjög sætur, sanngjarn fannst mér, mjög svo og en auðvitað, mér fannst við vera sterkari lagðarinn í fyrri hálfleik. Stjarnan skora síðan 2 góð mörk undir lok fyrri hálfleiks og þá svona, þá var alltaf bara spurning hvernig bregstu við. Það er alveg högg að fá þessi 2 mörk á þessum tímapunkti. Og við höfum getað gert sem ég fannst svona, ég upplifði aðeins í hálfleik að menn var svona dottinn að þessu fórnarskýra, það var mikið óefni og ósanngjarnt og eitthvað svona, sem það er ekki. Það er ekkert ósanngjarnt í fótbolta. En mér fannst menn rífa sig, mér fannst menn svara mjög vel í seinni hálfleik sem var, og mér fannst, ég hafði, þannig að leiða náðum í fyrsta markinu, þá fannst mér pendúllinn sveiflast hressilega með okkur en það hefði verið auðvelt að vera lítill í sér og missa sjálfstraust en við gerum það ekki og ég er mjög sáttur með það. Fórstu yfir eitthvað sérstakt í hálfleik? Nei, já, við töluðum þú veist, við töluðum, þeir voru bara svona nokkrar taktikar breytingar, þannig að ég geta bara að tala eitthvað sérstaklega þær en þú veist, ég held að allir séð hvað við gerðum í seinna hálfleik sem að virkaði vel. En það var aðalega kannski að minna menn á að þú veist, það er ekkert, þó þú sést búin að vinna nokkra leiki í röð, þú veist, þá er ekkert sjálfgefið að það haldi bara áfram. Við vorum ekki búin að erfa einhverja sigurleiki. Þú veist, það taka alltaf, alla tímar, alla daga að hafa fyrir því að vinna leiki í þessari deild og síðan auðvitað bara að passa sig á því að, þú veist, ef annar markið var rangstæða, þú veist, það er búið, ekki hugsa það, þú veist, fókusum og einbeitum okkur af því sem við getum að stjórna á, þú veist, jákvæð orka, þú veist, bara svona sitt lítið af hverju og þú veist, það er ekkert hálfleiksraðar sem skila þessu, sko, þú veist, ég held að það veri bara jafnt og þétt, þú veist, börðu við á dyrnar og þú veist, það er opnuðust á endanum, sko. Þú varstu ósáttur við hennar fyrri hálfleik Já, mér fannst við stundum flýta okkur á mikið. Mér fannst við stundum einhvern veginn ímynda okkur að það væru svæði laus. Og kannski voru þau laus ef það var opin, en það var enginn í þeim. Þannig að þú veist, mér fannst við hefðu getið gefa okkur aðeins meiri tíma og mér fannst við hefðu mátt að fara meira út á kantana í fyrri hálfleik. En þú veist, varnarlega fannst mér fínir og þú veist, baráttu góð og orkan góð, þannig að þú veist, hálfleikurinn var að mörguleiti ágætur en litaðist náttúrulega að síðustu mínútunum, þú veist, sem að voru okkur alls ekki hagfelldar, en þú veist, svo bara skipti það engu máli þegar þú svara þessu svona í seinni hálfleik að þá bara breiður yfir hitt. Fullt þú stiga eftir 6 umferðir, þú biður varla um meira? Get ekki beðið um meira og við erum þetta bara mjög ánægðir líka bara vegna þess að mér finnst við í öllu leikjónum hafa verið svona sannir og trúir því sem að við stöndum fyrir. Þú veist, við höfum náð því að þú veist, ekki verið þvingari að fara í einhver tíma í eitthvað sem að við erum ekki og þú veist, við höfum unnið alls konar sigra og þessi er auðvitað kannski, þú veist, með Keflavíkurleiknum sætastur, þú veist, það er frábært merki að geta komið tilbaka. Það er ekkert gustugaverk, það er ekkert auðvelt að koma tilbaka í fótboltaleik og við höfum gert það tvisvar í sumar og þú veist, ég er bara mjög ánægður með það og ég er bara ánægður með, þú veist, ég fara stemmingunni í stúkunni. Þú veist, stuðningsmennirnir þvílíka orka sem þeir gefa frá sér, þeir hafa ekki verið besti maður á vellinum, alveg svo voru besti maður á vellinum á móti Val. Þú veist, ef þeir geta gefið okkur þessa orku áfram, þú veist, þá eru þeir í lykilhlutverki í því að hjálpa þessu liði að verða betra og ná lengra en þú veist, á endanum erum við bara búin að vinna 6 leiki, það er 21 leikur eftir en ég get ekki, akkurat núna get ég ekki beðið meira en ég veit að svo sem við fáum ekkert fyrir það. Við erum að mæta hérna á miðvikudaginn í hörkuleik í bikarnum, leik sem við ætlum okkur að vinna. Býstu við öðruvísi leik þar að einhverju leyti? Ég hef ekki hugmynd um það er að geggjað við Jökul, ég veit ekki hvað hann kemur með, sko. Þess vegna er hann svo rosalega mikilvægur
fyrir þessa deild, þú veist, maður gæti komið með það sama, maður gæti komið með eitthvað allt annað, þú veist, það það dásamlega við hann, sko, og þú veist, að einhverju leyti var þessi fyrirháleikur skák, þú veist, fyrir svona þá sem eru kannski að spá í taktísku hlutunum, en ég á bara að vona á erfiðum leik, og Stjarnan er lið sem er orkumikið, það er líkamlega sterkt, það er mikil einstaklingsgæði, þetta er bara gott lið og ég er ekki í nokkrum vafa um það að þeir eigi eftir að þú veist, rétt á kútnum. Arnór Ingvi fyrir út af í hálfleik, var eitthvað höfuðmeiðsli eða eitthvað þannig? Já, hann lítur svona út af sem að fengi vægan heilasting og þú veist, ég ætla ekki að setja mér læknisstellingar núna, ég veit ekki hvað það þýðir, þú veist, það þýðir vantarlega vika 10 dagar, þú veist, við tökum ekki áhættu með hann. Takk hérlega, Óskar. Sömuleiðis.